Frumkvöðlar þurfa að hafa trú á sínum hugmyndum til þess að hrinda þeim í framkvæmd. Margvísleg aðstoð í boði. Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur meðal annars það hlutverk að styðja við bakið á nýjum hugmyndum. Stofnunin rekur starfsstöðvar í öllum landshlutum. Á Akureyri Nýsköpunarmiðstöð Íslands með aðstöðu á Borgum. Þjónustan á Akureyri og starfsstöðin á Akureyri hefur ákveðna sérstöðu. Við erum að veita þjónustu langt út fyrir Akureyri, við erum allt land. Og við erum að veita þjónustu á sviði fræðslu til frumkvöðla og fyrirtækja. Við erum að veita upplýsingar og handleiðslu. Við erum einnig að veita fjárhagsstyrki til nýsköpunar, styrki til fyrirtækja sem vilja þróa nýja vöru og þjónusta og einnig styrki til frumkvöðla sem eru með hugmyndir og eru að kanna hvort að það sé skynsamlegt að hrinda þeim af stað. Mikið leitað til ykkar? Það mjög mikið leitað til okkar. Það leitað til eitthvað bæði að menn koma hingað, eins hafa menn sambandi í gegnum tölvupóst og síma og við höfum líka lagt mikla áherslu á það að fara til frumkvöðlana. Að þeir sé ekki alltaf að koma til okkar, heldur við förum á svæði og heimsækjum kannski marga frumkvöðla og fyrirtæki á sama tíma. Þeir frumkvöðlar sem að þið eruð í samstarfi við, eru þetta stór verkefni sem að frumkvöðlarnir viðkomandi eru að fást við? Það gríðarlega mikil breidd í verkefninu. Það allt frá smæstu hugmyndum sem eru jafnvel mjög óljósar upp í það að vera hugmyndir hjá stórum fyrirtækjum eða verkefni hjá stórum fyrirtækjum þar sem þau eru ýmist að fara í stór verkefni hér á landi eða verkefni sem að þau horfa til útrása til annarra landa með. Þannig að þetta eru líka starfandi fyrirtæki? Já, það vil ekki miklu áslá að styðja við starfandi fyrirtæki því rannsóknir sýna meðal annars að nýsköpun í starfandi fyrirtækjum, hún líklegri til árangurs heldur en hjá frumkvöðlum. En með því erum við alls ekki að gera lítið úr því að styðja við frumkvöðla og það mjög mikilvægt og þeir verða oft á tíðum litlir vaxtarsprotar geta orðið að stórum og öflugum fyrirtækjum. En hitt líka þarf að styðja við það sem í gangi og þar eru líkurnar meiri. Það hugmyndir sem að þið fáið inn á ykkar borð. Hvernig fólk undirbúið þegar það kemur til ykkar og svo stofnanir þá líka á fyrirtæki? Það mjög mismunandi. Sumir koma vel undirbúnir, búin að hugsa málið, punta niður á blað, jafnvel gera áætlanir. Síðan eru aðrir sem eru með þetta í kollinum, höfðinum, eiga kannski erfitt með að tala hugmyndina og þá setjast þið gjarnan niður með starfsmönnum Nýsköpunarmiðstöðvar og fara yfir hugmyndina og við ræðum aftur og aftur, hittumst kannski oftar en einu sinni og smátt skýrist þetta og út úr slíkum verkefnum, eða hugmyndum koma ofta ágætisverkefni. Þær hugmyndir sem að hafa komið inn á ykkar borð eftir bankahrunið, skynjar þú einhverja breytingu á viðhorfi fólks? Já, það eru breytingar og það með ýmsum hætti. Eftir hrunið í 2008 þá komu inn á Nýsköpunarmiðstöðvar fjölmargir sem að voru vel undirbúnir að fara á stað með verkefni. Þeir höfðu þekkingu og hæfni, sterkir í erlendum samskiptum og slíku. Síðan komu ýmsar hugmyndir sem voru smærri og tengdust þá einhverju þjóðlegu, íslensku og öðru slíku. Nú einnig hafa hugmyndir breyst í takt við gengisbreytingar, þar að segja verkefni sem voru ómöguleg vegna stöðu gengisins áður, eru skyndilega orðið vel framkvæmanleg og fjölmörg verkefni hafa farið af stað þar sem að samkeppnishæfnin meiri núna heldur en var. Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur staðið fyrir fjölda námskeiða í öllum landshlutum á undanförnum árum stofnun og rekstur fyrirtækja. Eitt elsta og þekktasta námskeið okkar brautagengi sem ætlað fyrir konur. Þær eru konur að vinna að sínu viðskiptahugmyndum og skrifa viðskiptaáætlun sína hugmyndir en fá á tímabilinu, fræðslutímabilinu, fræðslu undirbúning, stofnun og rekstur fyrirtækja. Þetta hefur verið mjög ánægilegt og skemmtilegt verkefni og mjög hátt hlutfall þeirra kvenna sem taka þátt í námskeiðinu eru með starfandi fyrirtæki í dag og samkvæmt rannsóknum Félagsvísindastofnunar þá eru það yfir 60% þeirra kvenna sem hafa tekið þátt í þessu námskeiði eru með rekstur í dag. Við erum með námskeið í samstarfi við Framleiðnisjóð landbúnaðarins, heitir Vaxtarsprotar og þar höfum við verið að efla atvinnusköpun í sveitum. Og þar höfum við farið allt svæði landsins og þar hafa einmitt komið mörg skemmtileg verkefni og gaman að vinna með fólki í sveitum og margir halda kannski að þar séu einungis hugmyndir sem tengjast búskap en það langt í frá. Þarna hafa komið fjölmargar hugmyndir sem eru ólíkar því að svona hefðbundum búskap. Einnig erum við með verkefni sem heitir Sóknarbraut. Það fyrir bæði fyrir karla og konur og svona styttra og hnitmiðara.
en það einnig verið vel sótt og verkefni komið út úr því sem eru mjög áhugaverð. En hvað með fjármögnun á hugmyndum og verkefnum, allt kostar þetta peninga? Aðstóðið þið fólk við að fjármagna? Við getum gert það og það oft á tíðum fáum þegar fyrstu fyrirspurn get ég fengið hjá okkur styrk og auðvitað svo að við getum veitt styrki í ákveðin verkefni. Þetta samt pínu mismunandi. Við getum veitt bæði frumkvöðlum og fyrirtækjum styrk og þetta svo aðskilið og fyrirtæki geta fengið hjá okkur styrk til að þróa nýja vöru eða þjónustu en það gerð dálítið stíf krafa samkeppni og nýjungar. Þetta má ekki verið í beinni samkeppni við annað og það þannig með marga okkar styrki. Frumkvöðlar sem eru með kannski óljósa hugmynd geta fengið styrki hjá okkur til þess að skoða og kanna hvort að viðskiptahugmynd sé raunhæf, hvort það sé markaði fyrir hana, hvort hún beri sig fjárhagslega eða til að þróa frumgerðir, kanna markaði, til dæmis til erlendra markaðssetningar og síðan höfum við verið með fleiri styrki. Núna við höfum umsjón með verkefninu átak til atvinnusköpunar sem að ljúka núna 1. mars, það í boði 2 sinnum á ári og það í boði á landinu öllu og þar geta menn fengið styrki til ýmissa hluta. Á síðasta ári veittum við á annað 100 styrki úr þessu verkefni og það oft mjög mikilvægur þáttur fyrir þessa aðila til þess að koma sínum verkefnum áfram. Við Skipagötu á Akureyri eru starfandi nokkur lítil fyrirtæki sem mynda nokkurs konar klasa. Eigendurnir eiga það sameiginlegt að hafa sótt námskeið í brautargengi á vegum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Ég skráði mig í brautargengi vegna þess að ég var búin að vera í sjálfstæðum rekstri í nokkur ár. Ég er menntuð grafískur hönnuður og var að vinna vefi og auglýsingar, markaðsefni og ég þurfti í rauninni á þessu námskeiði að halda til þess að ramma inn minn rekstur. Og hvað lærðurðu í raun og veru á þessu námskeiði? Á námskeiðinu fer maður í gegnum það ferli að búa til viðskiptaáætlun og í henni felst að búa til rekstraráætlun og kostnaðargreiningu og markaðsgreiningu og já, bara í rauninni það sem maður þarf til að stofna og reka fyrirtæki. Mundurðu ráðleggja öðrum að fara á slíkt námskeið? Já, alveg pottþétt. Ef það í rauninni, maður gengur með viðskiptahugmynd í maganum og vill framkvæma hana, þá þetta akkurat rétti vettvangurinn til þess. Og maður kann ekki alltaf allt? Nei, en þarna kemst maður nálægt því að láta drauminn rætast. Hvað var það sem þú lærðir í raun og veru? Það var það að setja saman viðskiptaáætlun, þar sem er markaðsgreining og rekstraráætlun, þannig að maður í rauninni komi batteríinu í sjálfu sér á stað, fyrirtækinu. Ert þú svona öruggari í þinni starfsemi eftir að fórst í þetta? Já, og þetta í rauninni veitir mann mjög mikið sjálfstraust, að maður þorir að hoppa út í djúpu laugina og láta drauminn rætast. Eyjafjörður er mikið landbúnaðar hérað. Í Eyjafjarðarsveit eru mörg stór mjólkurbú. Á loftinu ofan við fjósið að garði hefur verið innréttað vistleg veitingaaðstaða. Þar er hægt að virða fyrir sér lífið í fjósinu leið og notið veitinga sem í boði eru. Þetta stærsta fjósbygging landsins eða hvað? Já, það rétt. Þetta stærsta fjósbygging landsins og svo tæknilegasta. Hér inni allt sjálfvirkt. Það eru 2 mjáltaróbótar sem sjá mjólka kýrnar, allan sólarhringinn og fóðurgjöfin sjálfvirk, hreinsun á gólfinu, kúnum flórnum sjálfvirk, fóðurinn á litlikálunum sjálfvirk og fleiri hlutir sjálfvirkir. Og þið hafið opnað fjósið fyrir almenningi? Já, við opnum hérna í september síðastliðnum og hér getur fólk komið og séð dýrin, komið sér nálægt við dýrin og svo þessa tækni. Hvernig undir bjuggu þið í stofnun þessa fyrirtækis kaffihússins? Já, við sóttum námskeið hjá Nýsköpunarmiðstöðinni, vaxtarsprotar og við pabbi fórum þangað á það námskeið og það aðstoðaði okkur mikið við að búa þetta til hérna að gera áætlanir og finna út úr hlutunum, hvert við ættum að leita og svona ýmislegt.
Þannig að sú þáttaka hún hefur styrkt ykkur í uppbyggingunni. Já, engin spurning og gott að geta leita til þeirra ennþá. Það er ennþá hægt að leita til þeirra þó að séu verða 2 ár síðan að námskeiðinu lauk, sko. Þá erum við ennþá í sambandi við þau og maður getur spurt á svona út í bara hvað sem er, sko. Og ef þau veit ekki svarið þá finna þau einhvern til þess að hjálpa þér við þetta, sko. Það er mjög gott. Hvernig hefur gengið? Það bara gengið mjög vel, alveg fram að honum. Bara fólk streymir að, það er kannski full mikið að segja það, en það er bara mjög gott að gera og þetta alveg fram að honum. Landinn hefur áhuga á sveitinni? Já, það virðist vera. Og það var svo sem kannski kveikjan að þessu líka. Okkur fannst það á þessum tíma eftir hrunið að fólk fór að hafa áhuga á sveitin aftur og þannig kannski kom þessi hugmynd. Við tókum hana svona alla leið. Næst höldum við út Eyjafjörðinn. Á Árskógssandi er bruggsmiðjan. Hugmyndina að fyrirtækinu kom frá hjónunum Agnesi Sigurðardóttur og Ólafi Þresti Ólafssyni eftir að hann slasaðist. Þau höfðu hug á að opna litla bruggverksmiðju eftir að hafa séð frétt í sjónvarpinu frá lítilli verksmiðju í Danmörku. Viku síðar voru þau komin til Danmörkur til að skoða bruggverksmiðjuna. Þetta var í júní árið 2005. Strax eftir við sjáum fréttina þá fyrir við að hringja og afla okkur upplýsingar hvað við getum gert og hvernig við getum stofnað fyrirtæki. Og þá var okkur bent á Impru og Akureyri og við leituðum til þeirra og þeir tóku mjög vel á móti okkur. Og við unnum með þeim í raun og veru allt sumarið 2005 að þessari hugmynd. Og var þá verið að gera viðskiptaáætlanir og annað því um líkt? Já, þar gerum við viðskiptaáætlun sem við hefum náttúrulega aldrei gert á ævinni og lærðum gríðarlega mikið af og var í raun og veru okkar stærsta gæfuspor í þessum fyrirtækjarekstri að hafa farið þessa leið. Gerðu þið ykkur grein fyrir því hversu mikilvægt er að gera slíkar áætlanir? Nei, við gerum okkur ekki grein fyrir því. Og í raun og veru erum bæði verklegri vinnu og okkur fannst þetta mjög erfið vinna og vorum mjög spennt að fá að bretta upp ermar og fara að vinna verklega vinnu. En þetta gerði alveg gæfi munin á öllu saman, öllu ferlinu bara. Fannst ykkur þetta jafnvel á stundum óþarfi? Stundum fannst okkur þetta óþarfi og smámunasemi meðan vorum að þessu og flókið af því þetta var eitthvað sem við hefðum aldrei gert áður. En svo sá maður það þegar við vorum búin hvað þetta hafði gríðarlega mikið að segja og skipti bara sköpum. Þjónusta nýsköpunarmiðstöðvarinnar, þið hafið þá ekki orðið fyrir vonbrigðum? Nei, hún fær bara einhverjum 10 hjá okkur. Ég held að Kaldi hefði aldrei orðið það fyrirtæki sem hann er í dag ef við hefðum ekki fengið þá þjónustu að þessu mikla fagfólki sem vinnur hjá Impru og Akureyri. Verksmiðjan var stækkuð í fyrra og enn á ný var leitað til Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands eftir aðstoð. Og fengum aðstoð til að gera nýja áætlun. Það var mun léttara heldur en fyrir 6 árum. Hversu mikilvægt er í rekstri að vera með góðar áætlanir sem að standa svona nokkurn veginn? Ég held að hljóti bara að skipta öllu máli. Sérstaklega fyrir fólk sem er í nýsköpun og er í einhverju svona ryðja einhverja braut að hafa eitthvað í höndunum og það er líka bara þetta aðhald að þú haldir þér innan þann ramma, það sé ekki þessi skekkjumörk. Það er bara, ég held að hljóti að skipta öllu máli. Íslenska leiðin, þetta reddast, það er ekki leið sem þú mælir með þá? Nei, kannski ekki, en hún verður samt að vera með. Af því við erum Íslendingar og við erum þannig, það verður við pínu að hafa þetta í bland. En það er nauðsynlegt að við leitum til fagfólks í öllu sem við gerum tengt rekstri. Því það eru þetta hluthafar sem eiga rétt á því að þú vandir þig og þú verður bara að standa við það sem þú er búin að lofa. Og þá eru áætlanir nauðsynlegar? Algjörlega nauðsynlegar. Þá liggur leiðin til Akureyrar. Slippurinn á Akureyri hefur undanfarin ár verið að þróa búnað sem ætlað er að framleiða ísþykkni borð í smábátum. Svo kallað afgas frá vélinni sér þessu tæki fyrir orku. Þetta er protótýpa nr. 2. Lítur út eins og geimfar. En það er alltaf svolítið þróun í þessu og næsta skref er þá hjá okkur að koma þessu í staðala hluti.
Þannig að hluti sem ættir að kaupa bara í búð og setja það saman. Er búið að fara mikill tími í þetta? Já, það er búið að fara gríðarlegu tími í þetta. Við erum búin að vera með 1 starfsmann í þessu nær einhliða í síðustu 2 árin og með innákomu svona 2-3 annara á þeim verktíma og það er mikið tími búin að fara í þetta og á eftir að fara töluveri tími. En þetta er mikil tækni nýjung ef vel tekst til? Sko aðferðafræðin í þessu er þekkt og var þekkt strax aldamótin eða 1900. En við erum kannski að ná betri nýtingu úr þessu heldur en að menn hafa sætt sig við hingað til. En svona tæki eru almennt ekki borð í minni fiskikipum? Nei, ekki allavega minni smábátum. Þá er ekki mikið ísvélar. Þið hafið notið liðsinnis Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands? Já, hún hefur verið alveg lykilatriði í þessu ferli. Þetta verkefni væri ekkert á lífi ef hennar hefði ekki notið við í þessu. Það er alveg ljóst. Hvaða ráð gefur forstöðumaður Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á Akureyri frumkvöðli sem vill láta reyna á sína hugmynd? Ég myndi hvetja til þess að heyra í starfsmönnum Impro Nýsköpunarmiðstöð eða öðrum atvinnuráðgjöfum. Atvinnuþróunarfélögin all land eru líka að bjóða svona þjónustu og við erum í miklu og góðu samstarfi við þau. Heyra í slíkum aðilum og ræða hugmyndina. Vita það hvort að hversu raunhæf hún eða hvað það þyrfti að gera næst. Við okkar verkefnisstjórar geta flýtt fyrir og leiðbeint fólki þannig að það sé það ekki að eyða tímanum í eitthvað sem er óþarfi eða eitthvað sem er jafnvel afla upplýsingar sem eru þekktar og auðvelt að nálgast. Kann að þetta setjast niður með þessu fólki og njóta stuðnings þess á fyrstu skrefunum. Það er rétt að taka það fram að þjónusta Nýsköpunarmiðstöðvar á þessu leyti er án endurgjalds þannig að menn þurfi ekki að rífa upp eskið og borga eftir hvert fund. Hvað með trúna á sjálfan sig? Það er eitt að vera með góða hugmynd og þær skipta alltaf miklu máli. En þegar upp er staðið og við horfum tilbaka og sjáum hverju með það sem gengur best, það er þá einstaklingar sem hafa trú á sjálfa sig og hafa þessa þrautseigju og þann dug sem er nauðsynlegt til þess að hrinda verkefnum í framkvæmd. Nánari upplýsingar starfsemi og þjónustu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er að finna á heimasíðu stofnunarinnar nmi.is.